Já, komið sæl. Ég heiti Arngrímur, sérnámslæknir í heimilislækningum hérna á Heilbrigðisstofnun Norðurlands. Ég vann þetta verkefni með Gunnari Þór aðalega og svo Sandra Ásgeirsdóttir, ekki örugglega. Jú. Ekki Ásgríms, það önnur. Sem sem sagt líka í sérnáminni í heimilislækningum sem vann þetta með mér og við gerðum þessar skoðanir sjálf. Þannig að við skulum bara kíkja þetta. Og við erum sem sagt að skoða hjarta- og æðasjúkdóma og sem sagt áhættuþætti þeirra. Og þetta algengasta dánarorsök á heimsvísu samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni. Og á Íslandi þetta hjarta- og æðasjúkdómar eru sem sagt dánarorsök 37%. Þetta hefur farið lækkandi tíðnin á Íslandi. Það var rannsókn sem var birt 2010 þar sem var skoðað tíðni dauðsfalla á hjarta- og æðasjúkdómum og hérna þá var verið að skoða 81 til 2006 þá hafði það lækkað 80% og það var nú talað það fyrst að það væri kannski betri tækni til þess að reyna að laga þessar skemmdir en það reyndist vera svona 1/3 af þessu og það var betri meðferð á áhættuþáttunum, forvarnir og svona sem var stærsti hlutin af lækkaðri tíðni. En þessir áhættuþættir sem við erum að tala eru þá sem sagt þessir óbreytanlegir og breytanlegir að það eru þá kyn, aldur, erfðir, sykursýki, reykingar, yfirþyngd, hreyfingarleysi, háþrýstingur og hækkaðar blóðfitur. Og það eru þarna þessar síðustu 5 reykingar, yfirþyngd, hreyfingarleysi, háþrýstingur og hækkaðar blóðfitur sem eru breytanlegir áhættuþættir. Það hafa verið gerðar rannsóknir á ungu fólki og áhættuþáttum hjarta- og æðasjúkdóma og þessar svona 4 eru mjög stórar og við skoðum þær kannski svona mest. Þetta Young Finn Study sem búin að vera gerð í Finnlandi síðan 70 eitthvað held ég og Bogalusa svipuð stúdía og þessi Cardia og svo P-Day. Bogalusa og P-Day rannsóknirnar eru sem sagt post-mortem rannsóknir, sem sagt krufningarannsóknir þar sem þau sem sagt skoða aþerósklerósu í kransæðum ungra einstaklinga sem hafa dáið og bera það saman við þá áhættuþætti sem voru til staðar fyrir andlát og það sem sagt að það komist að í þessum stúdíum að það tenging strax hjá ungum einstaklingum undir 29 ára og jafnvel undir 20 á milli áhættuþátta fyrir andlát og svo aþerósklerósu hjá þeim. Þannig að eins og maður kannski lærir í læknanáminu að aþerósklerósan byrjar bara strax og byrjar að fá fatt í strik nánast bara strax eftir fæðingu og svona áhættuþættirnir geta þá aukið á það. Svo þetta áhættuþættir í æsku sem fylgja fólki á fullorðinsár auka líkur á hjarta- og æðasjúkdóma á fullorðinsárum. Þannig að eftir því sem að áhættuþættirnir eru til staðar fyrr því meiri líkur á hjarta- og æðasjúkdómum þegar þú ert fullorðinn. Svo var þarna önnur stúdía, kannski nokkrar en ein svona aðal sem sýndi að einstaklingar með áhættuþætti í æsku sem fylgja þeim ekki á fullorðinsárin þeir eru í svipaðri áhættu á hjarta- og æðasjúkdómum og fólk sem var ekki með áhættuþættina í æsku sem kannski bendir til þess að betri forvarnir og svona það sem að snúa þessu við áður en að fólk verið fullorðið. Já, við tókum þarna metabolic syndrome sem hefur verið svolítið vinsælt áður og þá þetta sem sagt greint metabolic syndrome hjá fólki sem með sem sagt minnst okkar 3 áhættuþætti yfir ákveðnum viðmiðunarmörkum. Það eru fullt af mismunandi viðmiðunarmörkum, fullt af stofnunum sem gefa út sínar greiningar og það náttúrulega allt best. En við tókum þessar 2 skilgreiningar bæði frá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni
og svo National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 3, mjög þjált nafn. Skilgreining WHO var mjög vinsæl og þá var sem sagt nauðsynlegt að vera með í rauninni sykursýki eða hækkaðan blóðsykur og ef að það var til staðar þá voru hinir áþættin skoðaðir, þá ættu að vera með bara 2 eða fleiri af þeim. Og það þá blóðþrýstingur yfir 140/90, HDL undir 0,9 fyrir kalla en 1,0 fyrir konur og þríglýseríðar yfir 1,7 og svo hafa þá sem sagt offitu eða annarkvort BMI yfir 30 eða mittismjaðma hlutfall yfir 0,9 fyrir kalla og 0,85 fyrir konur. Svo var þarna eitthvað sem við skoðuðum ekki var albúmínútskilnaður í það eða albúmínkreatínin hlutfall. En aftur á móti hjá þessu ATP3 þá var blóðsykurinn ekki nauðsynlegur, heldur það bara blóðsykur yfir 6,1, blóðþrýstingurinn hann lægri viðmiðunarmörk 130/85, við erum með aðeins hærra HDL og þríglýseríðin sama, en þeir eru ekki með sem sagt offitu, heldur eru með mittismálið sem þá má vera 102 cm fyrir karla en 88 fyrir konur. Og þetta sem sagt ef að þetta greinist, ef þú ert með þessa skilgreiningu þá aukast líkurnar á hjarta- og æðasjúkdómum töluvert og svo sykursýki. Það svolítið meira farið út í það núna að nota bara áhættureikna af því að við hvern áhættuþátt sem þú ert með yfir mörkum þá eykst áhættan á hjarta- og æðasjúkdómum. Þannig að þetta eru kannski aðeins að bakka með þetta en okkur fannst þetta bara svo merkilegt þegar við fórum að skoða þetta að við ákváðum að láta þetta fylgja með. En ég skoðaði svona aðeins þann tíma sem ég hafði með áhættureiknum svona fyrir þessa sem komu hvað verst út í rannsókninni. Og við kannski förum aðeins í það á eftir, þó að það sé ekki á glerunum. Sjá. Sko, tilgangur rannsóknar var að skoða tíðni áhættuþátta hjarta- og æðasjúkdóma á Íslendingum á aldrinum 18–22 ára. Fyrri hlutin var framkvæmdur 2010 og svo seinni hlutin núna 2017 á okkur. Og í fyrri hlutunum voru það var Gunnar Þór sem stjórnaði þessu þá líka og það var Sólveig Péturs heimilistæknir sem var í því og Þóra sem ég man ekki hversdóttir að ég hef aldrei hitt hana sem voru í því. En þetta eru sem sagt, við gerum sem sagt þessa seinni rannsókn sem eru 282 þáttakendur og Þóra og Sólveig gerir 270 þáttakendur 2010. Og þetta sem sagt í verkmenntaskólanum á Akureyri og í menntaskólanum á Akureyri. Við fórum líka í Flensborg í bæði árin, en við höfðum það ekki með, einfaldlega af því að það var bara meiri vinna og það voru svo fáir sem tóku þátt þar. Það var allt öðruvísi stemning einhvern veginn þar. En af því að við erum með þessar niðurstöður, sko, í verkmenntaskólanum á Akureyri var töluvert lélegri þáttaka. Það voru þarna 15,4% sem tóku þátt 2010 og 22,6% 2017. En í menntaskólanum náðum við nokkuð góðu hlutfalli, 48,7% 2010 og 48% næstu í 2017. Það náttúrulega munur á þessum skólum að annað bekkjakerfi, þannig að það meiri svona hvatning fyrir alla í bekknum. Þegar flestir að fara, þá kemur bara restin. Og kennararnir kannski geta meira verið að ýta á bekkinn sjálfan að koma með og svona byggja smá stemningu. En það erfiðara í VFMA, eða var erfiðara. Við ákváðum sem sagt að taka menntaskólana vegna þess að 95% af 16 ára unglingum fara í framhaldsskóla. Og þetta eru þessir 1-2 framhaldsskólar á Akureyri, þannig að við höfðum allavega aðgang að ansi stóru hlutfall. Þetta sem sagt þverskurðrannsókn
2010-2017. Það þurfti allir að skrifa undir upplýst samþykki og við fengum samþykki frá Persónuvernd, Vísindasiðanefnd og Vísindasiðanefnd Sjúkrahússins á Akureyri. Og fengum styrk frá Sjúkrahúsinu á Akureyri í prentunarkostnað og svona ýmislegt sem hjálpaði gríðarlega mikið. Og mælingarnar sem við gerðum á hverjum einum voru að við mældum hæð og þyngd og reiknaðum út BMI. Við mældum mitt í svo meðmál samkvæmt skilgreiningum WHO að þeir vilja að það sé á ákveðnum stað 1 sentimeter undir rifjaboga og eitthvað svona. Við mældum blóðþrýsting og púls, við gerum blóðsykursmælingu með fingursticksi og svo tókum við blóðpröfu þar sem við mældum heildarkólesteról, HDL og þríglýseríða og LDL var svo reiknað út samkvæmt frítól. Blóðsykursmælingin náttúrulega ekki fastandi eða ekkert alltaf fastandi. Þannig að það var ekki skilyrði fyrir því að þau væri fastandi til þess að þau getur tekið þátt. Og niðurstöðurnar eru sem sagt að í heildina litið þá eru mennirnir svona betri milli ára en það marktækur munur milli á díastólu og þríglýseríðum og HDL svona á mörkunum að það sé betra 2017. Á konunum sem sagt marktækur munur milli BMI, systólu og díastólu til hins verra 2017. Hérna erum við svo með bara BMI dreifinguna 2010 og 2017 og þá sjáum við að þarna í 30-32 hópnum eru færri kallar og það virðist vera sem að það séu svona aðeins minnkun hérna. En við tókum þetta saman hérna og þá að körlunum í yfirvigt virðist það að fjölga en í offitu fækka. En hjá konunum sem sagt hefur konum í offitu fjölgað. En það ekki marktækur munur á þessu. Karlarnir eru mjög nálægt í að vera marktækir, p-gildin hjá þeim eru 0,053 og 0,058 en hjá konunum p-gildið þarna í aukningu á offitu 0,07. Svo skoðum við mittis ummálið og hlutfall þeirra sem voru yfir þessum viðmiðunarmörkum sem við töluðum. Það var alltaf munur á kynjunum að konurnar koma verr út og það marktækur munur þar á milli. Svo þegar við berum saman konurnar milli ára að þá ekki marktækur munur á því að það heldur sér nokkuð vel en það mikill marktækur munur á því hvað karlarnir það eru mikið færri sem eru yfir viðmiðunarmörkum mittismóls 2017 og það eru bara 3,6% eða 4 sem voru yfir viðmiðunarmörkum þarna af körlunum 2017. Við erum gríðarlega stolt af þessari töflu, við njóta hennar. Það er rosa mikil og stór. Við skiptum upp eftir kyni og rannsóknarárum og skoðum fjölda yfir viðmiðunarmörkum átt og bárum saman milli ára. Og svo settum við þarna metabolic syndrome kríteríurnar inn í og hversu margir á þessum aldri fara inn í það. Þá sjáum við þarna að karlarnir eru 2010 þá eru 19 sem komast inn í þessa ATP-kríteríu en bara 6 2017. Það marktækur munur á hvað það hefur farið batnandi. Konurnar eru þá 12 2010 og 15 2017 og það ekki marktækur munur á því. Það virðist halda sér. Var ég að gleyma einhverju? Já, marktækur munur á konunum á mittis og mjaðma hlutfalli sem var kannski svolítið merkilegt. En við áttum okkur ekki alveg á því hvort að það sé bara tískan og hverjir tóku þátt. Við skiptum þessu líka upp eftir líkamsstöðli undir og yfir 30 í BMI og hversu stórt hlutfall í þeim hópi yfir þessum viðmiðunarmörkum sem vorum að mæla með sem WHO gefur upp. Og þar sjáum við að það var meiri munur milli hópanna 2010 hjá körlunum og miklu hærra hlutfall áhættuþátta hjá þeim sem voru yfir 30. En hjá konunum var miklu meiri munur 2017 með verra HDL og LDL.
Við förum þá og berum saman hópana sem voru yfir 30 í BMI. Þá sjáum við sko að eini marktæki munurinn hjá körlunum var á blóðsykrunum, sem náttúrulega kannski ekki alveg hægt að lesa í af því að þetta var ekki alltaf fastandi. Og engin marktæki munur hjá konunum, en það samt stingur svolítið í að sjá hvaða stórt hlutfall þessara 18–22 ára einstaklinga sem eru yfir viðmiðunarmörkum á áhættuþáttum. Eins og 65% eru yfir LDL viðmiðunarmörkum, 30% yfir tótalkólesteróli og náttúrulega 95% yfir mittismálin. Þetta náttúrulega bara þeir sem eru yfir 30 í BMI í þessum hópi. Svo náttúrulega takmarkanir á þessari rannsókn. Þeir velja sjálf að taka þátt, þannig að það náttúrulega ákveðin selection bias í þessu að þeir sem eru kannski verst staddir vilja kannski ekki taka þátt. Þannig að það þarf alltaf eitthvað að hafa það í huga. Það vantaði náttúrulega blóðsykursmælingar hjá nokkuð stórum hópi 2010, þannig að það svolítið erfitt að skoða það. Það voru bara einhverjum 15 eða eitthvað sem vantaði, þannig að þetta var ekkert of mikið. Og svona einstaka blóðprufu sem vantaði bæði núna og á 2010. Það var ein blóðprufa tekin út vegna mjög lágs HDL, eða mæltist 0,3. Það var talið vera villa í mælingu en við bara tókum eftir svo seint, það var ekki hægt að endurmæla. Þannig að sú blóðprufa var alveg tekin út. Og svo eins og ég sagði áður með blóðsykur, að það passar ekki. En sko, það sem við fáum út úr þessu áþættir eru til staðar hjá ungu fólki á Íslandi sem ber að vekja athygli á og bregðast við. Og forvarnir eru mikilvægar, en ekki síður hvatning til þeirra sem hafa þróað með sér áþætti, eins og rannsókn sem ég benti á þarna fyrst, að ef að ungt fólk og unglingar ná áhættuþáttunum af sér fyrir fullorðinsárum, þá eru þau komin í sama áhættuhóp á fullorðinsárum eins og þeir sem voru ekki með áhættuþáttuna yngri. Og niðurstöðurnar gefa í skyn að strákarnir séu á leiðinni í rétta átt með færri áhættuþætti, en stelpurnar standa í stað í besta falli. Svo var einhver rannsókn sem benti á að ungt fólk væri að stefna í ranga átt. Þetta gæti farið versnandi, þannig að við þurfum að ennþá meira að hafa það í huga, að þeir hreyfa sig minna og borða óhollan. Þetta gæti leitt til aukinnar tíðni af hjarta- og æðasjúkdómum í framtíðinni. Svo hafa báðir skólarnir tekið upp stefnu heilsueflandi framhaldsskóla og spurning hvað það spilar inn í, sem við höfum ekki skoðað neitt almennilega akkurat núna, en kannski gerum við það í framtíðinni. Og það væri gaman að halda þessar rannsókn á einhverja ára fresti, og fylgjast með. Takk fyrir.